skulum við leysa nokkur uppaskildisverkefni. Hér eru fyrst gefið uppaskildisverkefnið uppslán diffraðir eftir sínus af 2x. Þetta er sem sagt diffurjafna og til að leysa hana þá hugsum við hvaða fallir það sem að þegar diffraða fæ sínus af 2x. Þetta hér er uppaskilyrði, það gerir þetta uppaskildisverkefni og það segir þegar ég er búin að finna fallið mitt þá veit ég akkurat í punktunum pi deilt með 2 fæ ég út 1. Þannig er okkur gefin 1 punktur á ferlinum hérna. Ok, við byrjum á að leysa, þá byrjum við á að leysa uppslán diffraðir eftir sínus af 2x. Til að leysa þetta, og nú er ég bara með fall af x hérna hægra megin, sem að breyta mín uppslán sem ég reyna að finna, kemur ekkert fyrir hér, þá er einfalt að leysa þetta með að segja uppslán er jafnt og stoppfallið af sínus af 2x. Þannig að ég þarf að heilda, sínus, kósinus diffrað verður mínusínus, þannig að þegar ég segi kósinus af 2x, þá verður ég að muna eftir mínusnum. Og svo þegar ég myndi diffrað þetta myndi ég fá sinnum innra fallið diffrað, sem sagt sinnum 2, þannig ég þarf að losa mig við hann með að segja sinnum hálfur. Og svo fæ ég einhvern óákvarðaðan fasta c. Nú getum við að pröfað. Ok, stoppfall er eitthvað fall sem er þannig að þegar ég diffrað það fæ ég þetta hér. Pröfum nú að diffra þetta hérna fall. Það fæ ég kósinus diffrað verður mínusínus, sinnum innra fallið diffrað og þetta er fasti það hann stendur óbreyttur hérna. Þannig allt í allt er ég með sínus af 2x. Nú glemdi ég að nefna því ég diffra c fæ ég þetta 0, þannig að hérna geti staðið plus 0 eða viljið. En allt í allt verður allavega sínus af 2x sem kemur út úr þessu. Þá er komið að hérna uppaskilyrðunum mínum. Skulum taka þau. Ef uppslán af pi deilt með 2 er 1, þá þýðir það í jöfnunum minni að því ég set pi deilt með 2 inn fyrir x, þá ég fá út 1. Mínus kósinus og 2 sinnum pi deilt með 2 sinnum hálfur plus c er jafnt á 1. Nú veit ég að kósinus af pi er mínus 1, þannig að hérna stendur mínus 1, sérst bara 1 sinnum hálfur, stendur hálfur plus c er jafnt á 1. Þá sé ég að c hlýtur að vera hálfur. Og þá er lausnin mín á uppaskildisverkefninu hún er uppslán af x er jafnt og fallið mitt hérna mínus hálfur kósinus af 2x og svo að því vorum uppaskildisverkefni þá gætu ákveðið c þannig að plus hálfur hérna. Þetta er lausnin á uppaskildisverkefninu. Þetta er kallum við sérlausnina, lausnina þar sem við erum með óákvarðað fastan c kallum við almenna lausn. Og nú getum við hugsað formengilausnina fyrir hvaða x gildir þetta. Þetta gildir fyrir hvaða x sem er vegna þess að kósinus er skilgreind fyrir öll x. Þannig að x er bara einhver rauntala. Skulum prófa að skoða annað uppaskildisverkefni. Nú er okkur gefið uppaskildisverkefnið uppslán diffrað tvisvar er jafnt á x plus sínus af x, uppslán 0 er 2 og uppslán mert í 0 er 2, uppslán diffrað í 0 er 2. Nei, 0 fyrir geðið. Hér erum við annars stigs diffuröfnu, þá verðum við að fá 2 uppaskilyrði til að geta ákvarðað þessar 2 óákvarðaðu festa sem koma því að heilda. Hér er bara fall af x, þannig að ég má heilda til að finna. Ég byrja á að segja, ok, uppslán diffrað er stoppfallið af uppslán tvídiffrað, stoppfallið af x plus sínus af x. Nú heilda ég, þá fæ ég x í öðru deilt með 2 plus kósinus af x. Kósinus af x diffrað verður mínusínus, þannig að ég verður að hafa mínus hérna fyrir framann. Og svo plus einhver fasti, skulum kalla hann c. Svo til að finna ypsilon, þá þarf ég að heilda þetta fall. Heilda x í öðru deilt með 2 mínus kósinus af x plus c með tillit til x. Og ég heilda hálfur x í öðru, fæ ég sem sagt hálfur framann og svo heilda x í öðru að fæ ég 1/3 x í þriðja. Heilda kósinus og fæ ég sínus. Og svo heilda ég c og fæ cx og svo fæ ég einhvern óákvarðaðan fasta k. C er bara rauntala hérna, þetta er óákvarðað fasti minn og k er líka rauntala. Og núna er ég með 2 uppaskilyrði og uppaskilyrðin hjálpa mér að ákvaða hvað er c og hvað er k. Ég er með uppslán og 0 er jafnt og 2. Þá get ég sagt, ok, ef ég set 0 hérna inn í þessa jöfnu, þá ég fá 2. Þannig ég segi, ég hef með sett 1/6 x í 0 í þriðja, mínus sínus af 0, plus c sinnum 0 plus k er 2. Þannig að sjá að við erum með 0 plus k er 2, k er sem sagt 2.
Svo ég með að ef ég diffra y og seti 0 þá ég fáið 0. Nú vil svo til að y diffra stendur hér, þannig ég set bara inn í þessa jöfnu. Þannig með y diffrað í 0 er 0. Þannig að þetta er y diffrað, þannig ef ég með 0 í öðru deilt með 2 mínus kósinus af 0 og legg við c, þá ég fáið 0. Nú, kósinus af 0 er 1, þannig að hér stendur mínus 1 pluss c er 0. Á við sjáum við í hendi okkar að c er 1. Og þá get ég skrifað hver lausnin er á upphafsgildisverkefninu. Hún er y af x, er jafnt á allt fallið mitt hérna, nema þar sem ég er búin að setja inn c og k. Þannig að x í þriðja deilt með 6 mínus sínus af x pluss x, x, pluss 2. Og nú er þetta hér fall sem ég var að finna. Þetta er fall sem uppfyllir bæði diffurjöfnuna og bæði upphafsskilyrðin. Við getum pröfað að setja 0 hérna, það fáum við 2. Ef við myndum diffra þetta og setja 0, þá fengjum við 0. Og ef við myndum diffra þetta tvisvar, þá ætti að fá x pluss sínus af x. Skulum pröfa að sjá hvað það gerist. Skulum prófa lausnina. Ef ég diffra y hérna, þá fæ ég 3x í öðru deilt með 6. Sínus verður kósinus. X verður 1 og 2 verður 0. Svo diffra ég aftur. Þá fæ ég 6x deilt með 6. Kósinus verður mínus sínus. Og 1 diffra verður 0. Þannig við sjáum hérna er með x pluss sínus af x. Ok, þannig að diffurjafnan er uppfyllt. Skoðum það hvort að upphafsskilyrðin er uppfyllt. Ef ég set 0 inn í lausnin sem hún stendur hér, þá fæ ég 0 pluss sínus af 0 pluss 2. Það er sannarlega 2. Ef ég set 0 inn í diffraða fallið, þá ég fáið 0. Pröfum það hér. Ég fæ 0 mínus kósinus af 0, það er mínus 1 pluss 1. Það er akkurat 0. Þannig ég er búin að gá upp diffurjafnan uppfyllt og bæði skilyrðin hérna uppfyllt. Þetta hérna er sem sagt lausnin sem við vorum að finna og við sjáum að x má vera hvað sem er í þessu jöfnu, þannig að þetta er lausn fyrir hvaða x sem er.